Hæ, frú Kristín, séu nýja kjóli minn. Ég hef miklu fallegri kjól. Þjónn, sættu kjólinn minn, þú átt ekki kjól. Heimski þjónn, þú ættir að segja að hann væri þvottavél. Hvað í gangi hérna fyrir aftan okkur? Þetta leiklistarnámskeið og dansnámskeið. Þetta er listasmiðja á vegum Menningarstofu Fjarðabyggðar og þau eru hérna í vikunámskeiði. Og þetta er samvinnuverkefni, segirðu? Já, þetta er samvinnuverkefni listkennsludeildar Listaháskóla Íslands og Menningarstofu Fjarðabyggðar. Og þetta eru 4 smiðjur, leiklistar- og danssmiðja á Reyðarfirði og Neskaupstað og svo voru myndlistarsmiðjur á Fáskrúðsfirði og Eskifirði. Þannig þetta er dreift í rauninni alla Fjarðabyggð. Og fyrir hvaða aldur er þetta? Þetta er 3. til 7. bekkur. En svo reyndar var líka myndlistarsmiðja fyrir vinnuskólan í Fjarðabyggð. Og ert þú ein með þennan hóp eða hvernig er það? Nei, það eru hérna 2 aðstoðarkennarar, Dagbjört og Rósa, þær eru í vinnuskólanum í Fjarðabyggð og þær fá bara að vinna sem aðstoðarkennarar núna þessa viku sem er líka bara mjög flott samvinna og það er bara, já. Þannig að þetta er vel bakkað upp af Fjarðabyggð í rauninni? Já, þetta er mjög vel skipulagt og mjög vel staðið að þessu og líka gaman og dýrmætt fyrir listkennsludeildina að senda fólk austur. Ég náttúrulega reyndar að austan, þannig að það lá við að ég tæki þátt í þessu. En svo er hún Ragnhildur Weissebel sem kenndi myndlistarsmiðjurnar. Hún reyndar hefur smá tengingu austur en hún kom bara sérstaklega til að kenna Þetta er ekki þitt fyrsta sumar hérna fyrir austan, getur aðeins sagt okkur frá því? Mér líður þess að ég sé mjög gömul því sem frá því að þetta sé 11. sumarið sem ég er hérna að kenna. En jú, ég byrjaði að koma með námskeið fyrir 11 árum. Það var fyrst bara dansnámskeið því að þá var ég í dansnámi. Og svo fór ég í Listaháskólann á Sviðsjöfundabraut sem er meira leiklistarnám og þá byrjaði ég að kenna mér í leiklist og núna er ég komin í master í listkennslu þannig að það er... Og ertu að finna þig vel að vinna með börnum og ungmennum? Já, þetta er geggjað sko. Þetta er geggjað og ég fæ ekki ógeð, þetta verður bara skemmtilegra og einhvern veginn bara heldur mér ungri og ég veit ekki, já. Og mikil sköpunarkraftur í gangi hjá þeim? Rosalegur sköpunarkraftur. Þessi námskeið sem ég er að kenna núna eru mjög skapandi og þau fá smá grunn í leiklist og dansi en ég legg upp með bara að þau séu bara að opna sig og skapa. Að þeirra fyrstu kynni við leiklist og dans sé ekki bara svona er þetta, svona má gera, svona má ekki gera. Svona tónlist passa við listdans og svona ekki. Já, þetta er spennandi dæmi og gaman að sjá hversu frjálsar hendur ungmennin hafa í sköpun sinni. Það var þannig undir þeim komið að semja dansa og leikrit, en þó allt undir góðri og styrkri handleiðslu Emilíu. Í lok námskeiðsins var síðan uppskeruhátíð þar sem að þáttakendum gafst tækifæri til að sýna öðrum verk sín. En hvernig er ferlið í þessu námskeiði? Er hoppað beint út í djúpulaugina og byrjað að semja 1, 2 og 3? En ég leiði þau gegnum prógram þar sem að við fyrir rólega stað. Fyrst eru þau að kynnast og kannski náu sér feimninni og svo fyrir við meir og svo, já, bara blómstrar eitthvað geggjað. Þannig að þetta eru framtíðarlistamenn margir hverjir? Já, algjörlega. Og það er, já, þetta er bara mjög dýrmætt líka fyrir þau því að þau eru líka að rækta bara allt aðra hluti heldur en þau eru að rækta kannski í venjulegu skólastarfi. Eins og hjá mér eru þau að rækta að vera stór og taka mikið pláss og tala hátt og vera hvatvís, bara láta vaða, bara hvað sem er, vera ekkert búin að pæla í hvað þau gera, bara láta vaða. Og þetta er eiginlega andstæðan við það sem átt að vera, þú átt alls ekki að vera hvatvís eða gera bara eitthvað eða taka mikið pláss og þannig að, já, það er mjög dýrmætt að fá að rækta líka hina hliðina á sjálfum sér, ekki bara alltaf að taka sér minnst pláss og segja sér minnst og... Sammála, góður punktur. Það er mikilvægt að kenna ungmennum að taka sér pláss og láta í sér heyra. Áður en við kveðjum Emilíu og alla þessa skapandi snillinga á námskeiðinu hennar, langar okkur að fá að sjá aðeins meira af því hvað þau hafa verið að búa til. Þau bjuggu til dance battle og sömdu sporin og þetta er eiginlega danskeppni með smá húmor. Þetta er auðvitað ekki alveg keppni. En já, ég var búin að semja dans sem ég ætlaði að kenna þeim og þau sögðu mér að hann var leiðilegur. Og það var bara mjög flott og heiðarlegt frá þeim og við bara breyttum og
og þau verða með þetta dansbattle á sýningunni fyrir foreldrarna.